Var þetta hausverkur að leysa úr? Alltaf eitthvað smá, já. Þetta er bara vangaveltur. Kannski ekki ykkur hausverkur en það kannski hópurinn svona í grunninn er ég löngu búinn að mynda með skoðun á honum í hausnum og löngu náttúrulega byrjaði kannski að pæla í meiri dítilum heldur en akkurat bara velja ykkur lokahóp en fínt bara komin frá sér og að það sé afstæðið. Það var svona strik sem kom í reikningin þegar Ómar Ingi datt út. Hverju svona breytir hans fjarvera í leikliðsins? Ég held að þau eru bara svolítið að koma í ljós. Þau hefur verið lykilmaður og spilað mikið hjá mér og kannski eðlilega frábær handboltamaður og kannski margt eða bara svona alls konar hlutir sem náttúrulega svona miðast við hans leikstíl og annað slíkt en þannig að það kannski kannski þú varst að tala hausverk þá kannski verður það kannski mestu hausverkurinn að svona aðlaga okkur að hans fjarveru. Auðvitað náttúrulega þekki Viggo út og inn og gleymi því ekki, hann hefur bara verið frábær allan undir minni stjórn og ég hef allan verið mjög ánægður með hann og þannig að ég held að hann labbi svolítið inn í sitt hlutverk. Svo þurfum við bara aðeins að fikra okkur áfram með Teit. Ég er spenntur fyrir því, ég hef svo sem ætlaði að velja hann allan að tvisvar og hann hefur þurft að draga sig út af meiðslum og ég ætla ekki að segja að ég taka okkur áhættu með að velja hann en ég hef aldrei unnið með honum og höfum ekki haft hann í hóp en ég tel hann hafa eiginleika sem geta nýst okkur og það er hraði í honum, hann er með góð skot og hann getur staðið vörnina og þannig að mér fannst hann bara passa vel inn í hópinn. Og það er náttúrulega kannski óvinnu góð staða mörguleiti fyrir íslensku handbolta í þessari stöðu. Það er náttúrulega fleiri sem komið til greina. Væntanlega eins og Donni og fleiri sem að þú velt fyrir þér. Ekki spurning og eðlilega fór kannski mestu tíminn í þetta og ég þurfti að velta þessu fyrir mér og það var alveg það samkeppni þarna og þú nefnir Donna klárlega. Hann hefur bara átt fínar innkomur þegar hann hefur verið og var náttúrulega mikið meiddur og hefur ekki verið í liðinu kannski síðan á EM en það var einhver svona maðurtilfinning sem sagði mér að taka Teit og ég ákvað að fara eftir því. Svo náttúrulega Sveinn var í síðasta hóp og hann er ekki núna, Sigvaldi var ekki síðast en er valið núna. Hvað er svona breyst hjá þeim tveim? Sigvaldi var náttúrulega bara meiddur síðast, þannig að kannski hala það, hann sé bara heill heilsu og hérna er bara frábær hornamaður og mér finnst hann og Óðinn kannski svolítið svona jafnvel full mikið svona einokað þessu stöðu en það er önnur saga. Já, Sveinn, ég vildi prófa hann síðast og fékk fullt á svörum. Ég var alls ekki óánægður með hann á æfingunum, alls ekki og hann kannski fekk ekkert mikið að tækifærum en það var gott að hafa á báða æfingum og Arnar fékk hann að tækifæri í Georgi sem ég fannst hann svona að einhverju leyti negla. Þá sé ég vilja fá aðeins meira frá hann sóknarlega. Ég fer ekkert að því að hann á að geta verið okkar besti sóknarlínumaður og það er svona vikt í honum sem kannski við allir eigum eftir að kalla fram en svo er líka það er ákveðið öryggi að hann og Elvar svona geti spilað þristana saman og gera það stundum í melsökun og þekkja það svona vel inn okkur annan þannig að út í eitthvað fer þá er það er ákveðið öryggi fyrir mig sem þjálfari að hafa. Og svo náttúrulega eins og hinn hornamannastaðan, það er náttúrulega líka samkeppni. Já, engin spurning en ég held að sé allir sammála að Orra hafi nelt þetta mjög vel í þeim gluggu sem hann hefur fengið tækifærið eftir að Stíven meiddist og þannig er nú bara þessi bransi að eins mann stöð annars brauð og Orri hefur nelt þetta vel og á sama tíma finnst mér Bjarki hafa verið að spila vel undanfarið og er náttúrulega líka með ákveðna reynslu kannski sem er mikilvægt að hafa á stórmótum.